ætlum að senda boltann á hann Karl Eskil Pálsson sem ætlar einmitt að tala bolta. Í tilefni þess að Samkaup opnuðu Netto-verslun í verslunarmiðstöðinni í Hrísalundi á Akureyri var samstarfssamningur Netto og Akureyrar handboltafélags endurnýjaður. Samkaup styðja sömuleiðis körfuboltadeild Þórs. Í tilefni opnunar Netto-verslunarinnar voru körfuboltar gefnir á línuna. Heyriði krakkar, við kölluðum ykkur saman og vonandi bara sem flestir myndu ná að mæta. Sem gamall náttúrulega Þórsari, þá eins og þið vitur, þá æði ég körfubolta með Þór áður fyrr. Og veit að einhver ykkar hafi komið á Netto-mótið í Reykjanesbæ og staðið ykkur þar vel. Þannig að sem svona hvatning og tilefni opnunar Netto í Hrísalundi, þá ætlum við að afhenda öllum þeim sem að æfa með yngri flokk Þórs körfubolta til þess að svona hvatning í að gera áfram vel það sem þið eru að gera. Þannig að bara húrra fyrir ykkur og gjöru þess vel og náðu ykkur í bolta. Og krakkarnir biðu ekki boðana. Það ekki á hverjum degi sem körfuboltar fást gefins. Og þá að handboltanum. Pennar voru sem sagt á lofti í Netto-versluninni í Hrísalundi þegar samstarfssamningur Netto og handboltafélags Akureyrar var formlega endurnýjaður. Hallur, þið voruð að framlengja samninginn. Ykkar samstarf það hefur verið í nokkur ár. Já, við höfum verið að vinna með Akureyrar handboltafélag undanfarin nokkur ár. Ég man ekki alveg hvað eru mörg, en það hefur verið ánægilegt samstarf og við viljum halda því áfram. Og þið hafið væntanlega sömu sögu að segja að samstarfið hafi verið ágætt? Já, samstarfið verið mjög farsælt og bara verið mjög ánægður og glaðir bara að þeir vilja halda því áfram og bara vonandi að það haldi bara eins og maður segir í framtíðinni. Það væntanlega mikilvægt fyrir íþróttafélög að það sé samvinna við atvinnulífið. Já, þetta bara eins og maður segir, bara sem við getum byggt á. Það það fyrirtæki bara standið með okkur og við náttúrulega eins og maður segir, komum út sem þau ef þau óska eftir með aðstoð og annað sem við bara mögulega getum gert. Þessi samningur, hversu mikilvægur hann? Það stór samningur á ykkar mælikvarða? Já, eins og maður segir, það svo sem allir samningar stórir, hversu stórir eða smáir þeir eru, en þessi mjög bara góður og stór samningur fyrir okkur. Ef ég mann rétt, þá eru þið með Netto á ykkar búningum? Já, við erum með Netto á okkar búningum og við höfum gert það síðustu, eins og við segir, allavega 4-5 ár. Hvaða hagur það fyrir verslunina þá í þessu tilviki að styrkja í þessu tilliti við handboltafélagið? Við reynum bara að vera sýnilegir eins og við getum og það okkur bara mikilvægt að reyna að sýna okkur í heimabyggð á þeim stöðum þar sem við erum og mikilvægt svona, hvað segir maður, samverkefni bara að halda úti þessum sterku handboltaliðum og fleiri íþróttaliðum. En svona í gegnum tíðina þið hafið átt samleið með handboltafélaginu í nokkur ár. Stundum gengur félaginu vel og stundum miður. Já, það rétt. Við reynum að standa þétt við hvað sem En það eru einhverjar árangstengingar hafa verið í þessum samningu líka. Þannig að þið hlaupið ekki í burtu ef það illa gengur? Nei, gerum það ekki. Þetta svona, yfirleitt orðið þannig í þessum bransa að fyrirtækin standa með félagunum í gegnum súrt og sætt? Já, ég held að það sé nú, ég held að menn gerir svona líka grein fyrir því að þegar svona kannski gengur ekki eins vel og maður vonar þá þarf maður náttúrulega virkilega á fyrirtækjum að halda til þess að geta þá bara halda áfram að byggja upp. Hvað með þig, fylgist þú með liðinu þínu? Já, ég Akureyringur og ég fylgist með handboltanum eins og flestir hérna. Þetta góður díll eins og sagt er? Já, mjög fín fyrir okkur líka. Þú ert ánægður líka? Já, sjálfsögðu.